Já, ég geri það. Lofa því! Mómar. Það aldrei stemming hjá mér í dag, sko. Málið er þannig að ég, mamma og pabbi, sko, við náðum ekki að fara í neina útilegu í allt sumar og ég það skemmtilegasta sem ég geri, sko, það er að fara í útilegu. Þannig að ég var alveg bara, mamma, fyrir mig útilegu og það er svo kalt úti og rigning og nú er veturinn að koma og ég var alveg bara, mér langar svo útilegu og fá kakó. Já, þú verður bara að bíða þangað til næsta sumar og ég bara, það er svo leiðilegt. Já, þú verður bara að fara í útilegu inn í herbergi, sagði hún í einhverju gríni. Já, ég tók hann á orðinu, fór niður í kjallara og náði í tjaldið, sko. Þannig að ég ætla bara að tjalda inn í herberginu mínu. Það verður eitthvað, sko. Og ég hringdi í Villa áðan, sko. Hann ætlar að koma og hann sagði bara, já, Sveppi, ég á fullt af alls konar útilegudóti. Og það verður spennandi að sjá hvað hann kemur með, sko. Ég er alltaf með tjaldið. Það er svona. Og súlurnar. Svona. Bói. Svo tók ég líka stólana, sko. Heyrið alveg frábært, sko. Þetta er stóllinn minn. Ég nota hann alltaf í útilegum, sko. Svona. Getum við að sitja svona. Hvað er fallegt veður. Situr maður í honum svona rosa kósí, sko. Einn stól hérna. Og svo er einn stól hérna fyrir Villa líka, sko. Ég get alveg gert þetta sjálfur, sko. En tjaldið er dálítið meira vandamál, sko. Það er svona, alls konar svona súluvesen, sko. Sem maður þarf að pæla í. Ég veit reyndar ekkert. Ja, það er alveg svakalega stórt þetta tjald. Sko einu sinni, þá fór ég í Þórsmerk með ömmu, afa, mömmu, pappa og Villa og við sváfum öll í tjaldinu. Það var ekkert smá þröngt, maður. Það var gaman, sko. Þið sjáu bara. Það var rosalega stórt, sko. Hérna eru dyrnar. Halló. Það er líklega best að bíða með að tjalda þangað til að Villi kemur, sko. En til að tjalda hérna inni, þá þarf maður að búa til dálítið mikið pláss, sko. Þannig að það þarf eiginlega, sko, að fjarlægja allt saman. Fæla. Svona. Það er að fæla hérna. Bílabrautina. Æjæj. Svona, sko. Bói. Já, teppi, ég geti nú alveg notað þetta teppi, sko. Má ég sjá. Færa skipið. Svona. Svona. Það er púði, það er gott að hafa púða, sko. Nú er þetta fínt, sko. Þetta er alveg nóg pláss til þess að fara í útilegu. Sverrir minn! Já! Hann Vilhelm er kominn hérna! Flott! Segðu honum bara kominn í herbergi. Nei. Svona, sko. Hvað er þetta? Sveppi! Já? Ég er tilbúinn. Já, heyrðu, þá er... Núi! Vá! Býtu, hvert ert þú að fara eiginlega? Nú, í útilegu, maður. Þú ert nú bara eins og einhver námuverkamaður eða eitthvað með allt þetta ljós.
Ætlar þú bara að lifa í endalausu myrkri einhvers staðar? Nei, kallinn minn. Þú ert alltaf með lukt. Hún handa þér. Hún er flott, þessi maður. Þessi er mjög góð. Hún passar vel inn í svona útilegu stemminguna sem við ætlum að mynda, sko. Þetta á þér. Það sitt á mig. Svo er ég bara með svona nauðsynlegan staðalbúnað sem maður þarf í venjulega útilegu. Nú, eins og hvað? Eins og kíki. Já. Ef við þurfum að sjá. Já, ef við sjáum eitthvað svona. Í fjarska. Svo er ég með áttavita. Nú, til hvers? Þetta er það mikilvægasta sem við getum tekið með okkur í útilegu öll ferðalög. Áttaviti? Já, sko, hérna er hvítt og rautt. Já. Rautt bendir alltaf í norður. Eða segulnorður, ekki pólnorður. Það gæti verið 22 gráðu misvísan, til dæmis hérna á suðvesturhorninu. Ok. En þá vitum við alltaf að núna snúum við í hánorður. Er þetta norður? Já, eða þetta hérna. Þarna? Og það Þannig að ef ég ætla að fara norður á Akureyri, Já, þá fer ég þangað? þá fyrir beint í þessa átt. Að labba á vegg er náttúrulega. Já. Svo til þess að ef við ætlum að labba hingað, sjáum þarna fjall, já, ég ætla að taka mið á þetta fjall þarna. Þá stillum við áttavitann. Þannig að, sérðu þarna rauða, örin, hún er alltaf í norður, hún er alltaf kyrr. Já. Og svo er svona rautt undir, þá passar það saman. Þá labba ég alltaf svona. Og svo labba ég kannski ofan í dal. Og sé ekki fjallið. Já. Hvað er fjallið? Þá veit ég bara, já, þegar ég sný mér þannig að þetta passar saman. Upp! Þarna er fjallið, svo labba ég bara upp úr dalum, já, þarna er það. Já. Þannig notum við áttavita. Svo er líka svona stækkunargler fyrir vísindalegan tilgang. En við erum ekkert að fara að nota þennan áttavita, sko, hérna inni. Við getum bara alveg ímyndað okkur það. Það er rétt, upp á stemminguna. Upp á stemminguna. Hvað er þetta? Æ. Þetta er gæsaflauta. Ef við erum kannski svangir, ef við erum að svelta á búni með næstu okkar og sjáum gæsahóp og viljum kalla hann inn, þá gerum við bara svona, sko, fyrst náum við athyglinni, sjáum gæsahópinn uppi. Já. Svo koma það neðar og neðar. Og svo lenda þær hjá okkur, þá sjáum við bara til hvað við gerum með þær. Nei, þú getur nú bara kallað á flórgóna. Þetta er svona svo þegar skip er að koma. Já, þú getur kallað á skip. Þetta er andaflauta. Já. Þetta er æðislegt. En Villi, sko, áður en við höldum lengra, þá verður þú eiginlega að hjálpa mér að tjalda þessu tjaldi, sko. Af því að það náttúrulega er engin útilega á þess að vera með tjald. Nei. Skilurðu? Og þú veistu hvað, manstu ekki þegar við sváfum í því hérna um árið? Og sérðu hvað þetta er stórt, sko. Þú veist, við þurfum að byrja á því að tjalda. Það gæti orðið vesen, sko. En hérna er alltaf einhverja súlur. Allt í lagi. Sir Lancelot, þú hefur móðgað mig í síðasta sinn. Camelot verður aldrei þinn staður. Ó. Já! Prísið. Taktu þetta. Hvað ætlar að gera án gallblöðru? Nei. Gallblöðrulaus fer ég ekki hérðan. Háðu þetta. Bless, færa þér. Heyrðu, Þessu hefur aldrei sýnt mér neitt nema ömurleik. bíddu, passa. Við þurfum að halda öllum súlunum, sko, og veist saman. Allt í lagi. Þá er búið að smíða rammansveppi. Þetta lítur alveg svakalega vel út, sko. Þetta er traust og allir brestir sem heyrast eru traustabrestir. Gott að heyra. Þá er það eina sem er eftir að gera, það er að henda tjaldinu upp. Skilurðu? Það þarf eiginlega að koma yfir grindina. Skilurðu? Þannig við þurfum eiginlega að byrja aftast og draga það yfir. Skilurðu? Það er gott í þessu. Já, það er svona, við gerum svona punktasöðu á samskiptunum, við veit ekki hvort það sé. Svona. Allt í lagi. Sko. En þetta er svolítið hátt uppi.
Já. Þú ert ekki mjög hár. Nei, ekki Og svona í ég fljótu. heldur kannski svona miðað við... Þannig að við finnum dyrnar. Allt í lagi. Sko. Bíddu. Svona. Svona sko. Lyfta aðeins hérna. En er þetta ekki bara ágætt svona? Nei, býttu sem við tóks allt þetta bláa, það er þakið, sko. Býttu. Þetta eru mjög sætt hérna inni, finnst mér. Ekki, opnaðu hörðina. Gátt í bæinn, herra Krull. Þetta er fínt. Og gera kósí fyrir utan. Svo gaman í útilegum, maður. Sólin skín og fuglarnir syngja í heiði. Þá er þetta eiginlega bara nánast tilbúið, sko. Við þurfum að sækja okkur kakó eða eitthvað svoleiðis, Já. Og kannski svona flíspeysur og vera á húsbíl og stendur mamma þín megin og pabbi minn megin. Þá fæ ég með svona leður kúrekahatt og við tölum um allt sem er að landinu í dag. Hérna, stóllinn. Takk fyrir það. Ég ætla að sækja eitthvað að drekka. Ég set mig í stellingar á meðan. Náttúran. Er þetta ekki flórgóði? Nó, þrístrend næpa. Hvar ertu, Lóa litla? Þarna er hún. Herru. Ég kom með kakó. Gjörðu svo vel, Villi minn. Það er svo kalt í útilegunni. Hvað þetta er gott. Þetta er nú bara kósí útilega hjá okkur. Það er nú kominn svona hrollur í mig. Já, það er svona haustútilega. Já. Þarna blasir hún við, herðubreið. Já. Drottning allra fjalla. Já. Ég ætla að sækja teppi. Bíddu hérna. Já. Hættu. Villi! Já. Vilt þú teppi? Já, það er svona pínu napurt orðið. Hérna. Já. Heyrðu, svo þurfum við náttúrulega svefnpoka líka, sko. Já, einhvers staðar þurfum við nú að sofa. Skilurðu? Alltaf, ef að sofa í tjaldinu eða eitthvað. Það er alveg hægt, sko. Það er alveg hægt. Ég var nefnilega á. Þegar ég var, Já. þá sko hérna, hittum við. Þá vorum við sko, Passaði. Villi. Passaði. Villi, wow. Hvað gerðist nú? Heppið úr týndur í tjaldinu. Vesinn. Lögum þetta bara. Það er ekki hægt, jú, býttu sko. Meira klúrið. Nei. Villi! Nei. Tjaldið er fallið. Býttu. Villi, ekki gera neitt. Komdu. Sérðu, þetta er virkelig flottara svona. Sérðu, settu sænginn inn. Já, nú er þetta bara svona eins og útlendingarnir eru með sem eru á hjólunum. Já. Þetta er kósí. Já, þetta er ekkert smá kósí, maður. Við tveir vinirnir bara í útilegu. Já. Alveg eins og í bíómyndunum með kúrekana sem voru að smala kindunar og veiða fiskinn saman vinirnir. Alveg rétt, já, það var góð mynd, sko. Skál. Skál, vinn minn. Eina sem vantar er gítar. Já. Þá getum við sungið svona alls konar útilegu söngva. Það finnst mér alltaf svo skemmtilegt, sko. Ég næ bara í gítarinn. Já, náðu gítarinn. Ég ætla að hugsa eitthvað gott lag. Hvað er svona gott útilegulag? Já. Skingang, gúlu, vassar, skingang, gúlu, neða svona skátalag. Út mela og móa.
Þetta er svo ekta svona útilegu lag, sko. Þú veist, það kemur mann alveg svona í gírinn einhvern veginn, sko. Sér bara þessir heiðan stjörnuhiminin. Já, stjörnuhiminin, fuglarnir farnir að sofa. Sitja hér. Þetta Ó, var já. flott hjá okkur, maður. Tveir vinir sitja hér. Í útilegu. Ímyndaðri útilegu. Tveir vinir sitja hér. Ó, já. Þetta er bara uppáhaldslagið mitt eða eitthvað, sko. Tveir